Mikill uppgangur hefur verið í ferðaþjónustu á undanförnum árum enda hefur ferðamönnum fjölgað 10% ár eftir ár. Ambassador á Akureyri hefur gert út samnefnt skip til skoðunar og skemmtisiglinga á Eyjafirði og í vikunni bættist í flotann Ambassador annar sem tekur 150 farþega. Skipið var áður nýtt til farþegaflutninga í Eyjabyggðum í Norður Noregi og skipið öflugt. Já, þetta gríðarlega öflugt skip og þetta skip sem hefur gríðarlega ganghraða og mikið vélarafl og hann fljótur upp á ferð og fljótur niður. Þetta alveg svaka öflugur og reyndist okkur alveg ofsalega vel á heimleiðinni. Voruð búin að leita víða? Já, við vorum búin að skoða töluvert af skipum, við vorum búin að skoða nokkra báta í Noregi og búin að skanna markaðinn og niðurstaðan var sú að kaupa þennan bát og vegna þeirra kosta sem hann hefur umfram hinna bátana sem við vorum búin að skoða. Hvað tekur hann marga farþega? Já, hann núna með leyfi fyrir 130 farþega var þannig gerður út í Noregi. Það eru 130 sæti hérna niður í salnum en við gerum ráð fyrir því að auka það aðeins og kannski líkur ekki alveg endalega fyrir hversu margir það verða en 150 allavega, minnsta kosti. En þessi bátur hann í hrein viðbót við hinn ambassadorinn? Alveg, hrein viðbót, já. Við bara sprungum nokkuð oft í fyrra og höfðum ekki framboð. Við vorum að leigja húna í nokkrar ferðir og vorum með mjög stóra daga í fyrra. Við vorum með á 1500 farþega stærstu dagana í fyrra. Þetta svo kölluð tvíbitna? Já, þetta tvíbitna eða tvíbólungur og á útlenskunni þetta kallað katamaran. Þannig að já, þetta er svoleiðis bátur, byggður á áli, hann léttur og hann ristir ekki mikið. Þannig að þessi bátur bara svipaður þyngd, heildarþyngd eins og hinn ambassador þó að hann sé kannski alltaf í 5 sinnum stærri, svona þegar þú berð á saman sko. Þú fyrir að taka breidd og hæð og allt þetta. En svona tvíbitnur eru svolítið breiðari eða hvað og það kostur? Já, það eru breiðar. Það er það sem þær hafa umfram hinna bátana. Þú getur nýtt breiddina betur og samt haft mikið flot og gera það verkum að það svona auðveldara að knýja þær áfram. Þannig að það er vissulega kostur og náttúrulega pallstöðugt, náttúrulega alveg og þú ert með miklu meiri stöðuleika í svona skipi heldur en í svona einbólungum. Hann gengur töluvert eða hvað? Já, hann gengur mikið. Hann getur farið eitthvað yfir 30 hnúta. Við kannski höfum verið að fara mest í einhverja 27,5 hnúta á honum en ferðuðumst mikið hérna frá Svolveri í Lófotinn og niður alla ströndina, niður til Kristjánssund. Þar vorum við mikið innanskera, við vorum mjög mikið á svona 24 til 26 sjómílum þar og svo bara hérna yfir að hafi vorum við svona 23 til 25 sjómílum. Það vorum mjög heppin með veður og báturinn stóð sig frábærlega á leiðinni sko. En þið hafið aðalega verið að gera út á hvalaskoðun hérna á Eyjafirði en þessi stóri og mikli bátur opnar hann nýja möguleika fyrir ykkur í starfseminni? Já, hann gerir það og það líka eina ástæðan fyrir því að við kaupum þennan bát að það er mikil tækifæri í svona sjótengdri ferðaþjónustu hér á Akureyri og fjörðurinn langur. Þetta náttúrulega lengsti fjörður landsins og þó að við höfum verið ofsalega heppin með hvalagengdina síðasta sumar að alltaf hvalir nánast fyrir innan Hjalteyri þá það ekki alltaf verið þannig. Í hittifyrra árið 2014 þá var það ekki þannig. Við vorum ekki svona heppin, við þurftum ofta að fara út fyrir Hrólfssker þá til þess að finna hvali og þá þurftum við að gera út bara frá Árskógssandi stærsta hluta sumarsins. Þessi bátur hann leikur sér að því að fara út af Hrólfssker á innan klukkutíma. Þannig að það eitt mikill kostur en síðan sjáum við mikill tækifæri í því að bjóða upp á ferði til dæmis út í Grímsey og við getum komist til Grímseyjar hérna úr miðbæ Akureyrar á kannski 2 tímum cirka og það við erum að búa til ferð og ætlum að búa til ferð og bjóða upp á hana næsta sumar. Það ferð sem innifelur Grímsey, það þá hvalaskoðun innifalin, það verður lundaskoðun innifalin. Fólk mun geta farið í landi Grímsey og gengið norður fyrir Heimskautsbaug og það mun geta farið og fengið lokal mat eða eitthvað sem tengir það við Grímsey og það kannski komið möguleiki líka fyrir Grímseyinga að búa sér til eitthvað nýtt og
það hefur verið svona skortur á ferðum til Grímseyjar hingað til en miklu meiri eftirspurn eftir því að komast þangað heldur hægt verið að fara með fólki þangað. Ég geri ráð fyrir því að ykkar farþegar séu 95% útlendingar. Já, það er bara þannig. Sennilega rúmlega 95% er það útlendingar. Þannig að ég er ekki með það alveg en það er eitthvað svoleiðis, já. En hvernig er þá svona fyrirtæki markaðsett? Kannski fyrst og fremst með því að gera bara það sem við erum að gera en að gera það vel og við höfum mikinn metnað til þess að bjóða hér upp á algjörlega fyrsta flokks hvalaskoðun sem er náttúrulega bakbeini í þessari rekstri okkar og síðan auðvitað þurfum við að koma okkur á framfæri, það eru sýningar og ferðakaupstefnur og svo með heimsóknum til ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa út í heimi. En orðsporið er auðvitað alltaf það lang mikilvægasta og við höfum gott orðspor og okkur hefur lánast að hafa mjög öflugt og gott starfsfólk og við höfum verið að bjóða upp á frábærar hvalaskoðunarferðir og ég held að það sé það sem við séum mestu verðmætin sem við búum yfir og muni skila okkur miklu í framtíðinni. Fyrir útlendingarna þá hvalaskoðun, þetta er mikil upplifun. Mjög mikil upplifun og maður bara eiginlega, ég er nú búinn að vera í þessu núna í einhver 5-6 ár og maður er búinn að sjá ýmislegt í þessu og það eru miklar tilfinningar. Það eru mjög miklar tilfinningar hjá mjög mörgum sem er að sjá svona stórhveli og þeir eru með kannski stórhveli eins og hnúfubak, fullvaxinn hnúfubak í einhver 3-4 metra fjalla frá bátnum og hann blæs og það kemur yfir þig strókurinn að þú upplifir fullt af tilfinningum hjá fólki við þær aðstæður og þetta er auðvitað eitthvað sem kannski er svona dagsdaglegt bara hjá okkur sem að búum hér við þetta hér á Íslandi en fyrir fólk sem hefur kannski bara aldrei séð tré, bara búið Manhattan alla ævi og aldrei séð dýrin nema bara í sjónvarpinu eða í dýragarði þá er þetta náttúrulega bara alveg ævintýraleg upplifun. En svona næstu vikurnar hjá ykkur þið farið þá í þau að gera ambassador annan kláran og fjölga sætum svolítið og svo framvegis? Já, við ætlum að fyrst og fremst ætlum við aðeins að breyta honum svona utandyra þar sem ætlum að gera svona betra aðgengi fyrir farþegana. Við ætlum að breyta honum svolítið framan þar sem við ætlum að setja á hann svona tvo palla þannig að við getum tekið kannski einhverja 50, 60, 70 manns fram á hann á svona palla og það þarf auðvitað alltaf að vera þannig að það sé gott aðgengi að því og það sé þægilegt fyrir fólk að halda sér og það sé svona rekkverk og handföng fyrir fólk og síðan ætlum við að gera aðgengi líka hér upp á byggingun fyrir aftan stýrishúsið og ætlum að breyta henni svolítið og færa aðeins til þessa lífbáta og gera það svona aðeins skemmtilegra og aðgengilegra fyrir fólk. Þannig að það mun verða áhugavert að sjá hvernig það tekst.